Það eru svo ótrúlega margar hliðar á þessum tening, hvað varðandi sköpun. Ég ætla bara að fara beint í að deila skjánum mínum hérna með ykkur, svo þið getið vita hvað ég er að tala um. Sem sagt, til að byrja að segja ykkur aðeins frá mér, kannski, já. En ég er búinn að tala um þetta mikið á ensku, þannig ég ætla bara að afsaka fyrirfram ef ég er að sletta og mikið eða kannski einhverja íslenska stafsetningavillur. Sjáu þið núna skjáinn? Já. Full screen. Flott, það er svona. Kynntu þið aðeins ekki fyrir okkur líka? Já, einmitt, það er bara fyrsta slagan hérna. Heyrðu, ég heiti sem Ingi Guðjónsson og ég flutti til Barcelona 2010 til að fara í vöruhönnun. Mér langaði að fara í vöruhönnun af því mér langaði að vita hvernig allt er búið til og hérna af því að ég var ekki sáttur með hvernig hérna vöruframleiðsla og dreifing og neysluhyggjan og allt þetta í okkar blessaða samfélagi er að gera, svo hérna í staðan fyrir að fara í pólitík þá langaði mig að fara í hönnun. Það var svona skemmtilegra að eyða starfsævinni. En þegar ég var í skóla þá labbaði ég inn í þessa hérna annan skóla sem heitir Institute of Advanced Architecture of Catalonia. Og þeir eru í sömu byggingu og það sem þið þekkið Fab Lab í Barcelona. Og inn í þessari byggingu er verið að fókusa á stafræna framleiðslu, hönnun, rannsóknarvinnu og menntun í alls konar, með að skoða allar hliðar á þessum tening. Því að við senastu 10 árin höfum við verið að búa til nánast hvað sem er innan í þessari byggingu. Þetta hús hérna sem er Solar Pavilion er bara einum shopbot sem að þið eigið öll og þetta er open source hús og hver sem er getur downloadað það og smíðað það hvað sem er. Við höfum gert veitingastaði, við höfum gert faratæki, alls konar vörur, bara hvað sem fólki dettur í hug. Þetta er rauninni allt að sjá hvað við getum gert í fyrsta lagi með þessum vélum og kenna fólki og okkur sjálfum og öllum í kringum okkur hvernig á að nálgast framleiðslutækni því að framleiðslutækni er að þróast mjög hratt og mun hraðar heldur en kennsla yfir höfuð. Svo auðvitað hönnun sem er þá allt frá hugmynd að markaðsarkitektur, innanhúshönnun, félagslegri hönnun, þjónustu og alls konar, en þá flest allt tengt með framleiðslu. En þetta er allt, þú veist, stafrænt. Það er það sem að gera þetta skemmtilegra, því að þá ertu að vinna með miklu stærra samfélagi, af því að þú getur kannski 1-2 mánuðum í að rannsaka eitthvað og svo getur ekki senda hinum einn á hnöttinn fyrir aðra sem eru að vinna með þér í að rannsaka aðra hluti. Og hönnunin er stafræn, fólk er að hanna miklu meira í tölvum heldur en á blaði eins og áður fyrr. En það sem vill oft gerast er að fólk flýtir sér svo mikið með hönnunina því að það vill svo mikið fara beint í vélarnar og fá niðurstöðu bara strax í dag. Sem að gera það ofta verkum að fólk segja að sóa efni við og sóa tíma í að búa eitthvað til sem er ekki í rauninni tilbúið. En það er náttúrulega bara menntun og rannsóknarvinna, allt í nafni rannsóknar. En þó að þessi allt sé stafrænt, þá megum við ekki gleyma öllum hefðbundnu tækjum og tólum sem að finnst fyrir í flestum borgum og alls staðar, aðgengileg tól, skulum við segja, að því að núna seinustu 10 árin í fyrsta skipti eru stórframleiðslutæki mun aðgengilegri fyrir almenning og þið sjáu það á til dæmis fablöpum, makerspaceum, iðnskólanum í Reykjavík, skólinn á Sauðakróki, hann er með, þú veist, ég veit ekki hversu margar milljón-króna workshop, alla græjur til að búa til, þannig að það eru rosa mikið af stöðum sem að framleiðslugræjur á litlum skala eru aðgengilegar og í fyrsta skipti þá getur
fólk sem ekki mjög gott í höndunum að búa til hluti fengi hugmyndina sínar sem með meiri nákvæmni, skulum við segja. Svo tökum sem dæmi, þetta hverfið sem IAG og Fab Lab í Barcelona í og í þessu hverfi fyrir 10 árum síðan þá voru þau eina stofnunin sem var með 3D prentara, yfirfræsara, lasercuttera, textile, embroidery, alls konar prentara og hvaðeina. En núna í dag allt hverfið og borgin yfir höfuð full af stöðum sem fólk getur komist í tæki og tól. Og það sem ég hef verið að fókusa mikið á, það sem ég hef verið að vinna fyrir IAG, að tengja saman framleiðendur á litlum skala í borginni til þess að takast á við stærri og viðfangsmeiri verkefni. Kannski gæi sem á frábæra vél og hann búinn að framleiða hurðir í 30 ár af því hann bara svo góður í hurðum, en vélin hans getur búið til, þú veist, nánast hvað sem þannig að skiptast á þekkingu og reynslu rosa mikilvægt í að auka í rauninni framleiðslu getu innan borga. Því að eins og þið vitið, þá eru borgir sem neita mest af öllu en þeir framleiða minnst. Allar stórborgir eru mjög ósjálfbærar í neyslu. Og í dag, og sérstaklega við eyjaskeggjar, búum við það að allt sé innflutt í raun og veru og allt kemur, þú veist, ekki bara vörurnar sjálfar heldur efniviðurinn líka og það vinnuaflið jafnvel og það bara versta við þessa neysluhyggju og þessa framleiðsluhyggju og þessa svokölluðu glönuðu úreltingu náttúrulega bara transportation, því að það eru margar hliðar á stundingu, ég kem meira inn á það seinna. Og flestar vörur í dag eru búnar til með markaðshyggju og eru búnar til þess að brotna innan skams. Fólk hefur lítil ráð á því að gera við hluti sem það kaupir vegna þess að það vantar íhluti, efnivið og það búið að vera rosa mikið lokað. Til dæmis í Barcelona þannig að máttu ekki eiga bíl sem eldri heldur en 20 ára og það bara til þess að rauninni halda markaðinn gangandi og sem náttúrulega mjög óraunhæft ef við ætlum að hugsa resources, En svo við fórum að hugsa að því að við í Fab Lab og IAG og við höldum að við getum búið til allt, nánast hvað sem Þið þekkið Fab Lab kursinn, How to make almost anything og þannig að við erum öll sammála það að framleiðslukerfið að breytast og það hratt, alveg eins og Greta að segja á hverjum degi núna. Og hvernig getum við hjálpað borgum að vera meira sjálfbærari framleiðslu og stórborgum? Hvernig getum við, þetta bara alveg svona HFG hjá honum Hafliða, hvernig getum við hjálpað sjálfstæðum hönnuðum og sköpurum að komast beint á stóra markað og þannig að við ákváðum að sækja svona Evrópu til þess að fara í rannsóknarstarf á þessu sviði, hvernig að því að í staðinn fyrir að fara beint í að opna búð þar sem við seljum fæla og reynum að búa til einhver viðskiptamódel sem rauninni bara mjög erfitt fyrir svona dreifða framleiðslu og hönnun upp á peninga og upp á eignarrétt og allt það, þá ákváðum við frekar að eyða þessum rannsóknarstyrk í að actually rannsaka málið í samstarfi við Creative Europe program sem alveg frábært. Ég held að þetta sé seinasta árið sem að moka út pening, þannig að ef þið eruð með einhver verkefni sem einhver langar að rannsaka, þá 2019 og 20 árin til að sækja þetta, mæli með því. En við fórum að hugsa í staðinn fyrir að fókusa meira á vélarnar per se, hvernig á að hanna
fyrir vélarnar. Þú veist, að því að ef þú ætlar að keppa við massaframleiðslu, þá skiptir megin máli að halda verðinu sambærilegu við það sem er á markaðnum. Af því að við erum ekki að fara að samfæra okkur sjálf, FabLab gúrúa og framleiðslunörda hvernig hlutinir ætti að vera, heldur almenning. Og almenningur neyddur til þess að horfa á verðið. Það meikar engan sens að kaupa stól sem að kostar 50.000 kall að framleiða meðan að neytandi getur keypt annan á 5.000 kall sem með kannski 2 ára ábyrgð og með þannig að það er rosa erfitt að keppa við fjöldaframleiðslu ef þú ætlar að fara beint inn á markað. Þannig að við byggum til þess að fallega heimasíðu sem að ég mæli með allir skoði sem er samstarfs heimasíða milli allra samstarfsaðila. Það eru 12 stofnanir í kringum Evrópu sem eru núna að vinna með okkur í þessu senastu 2 árin og 3. árið að fara í gang og auðvitað hashtag og getið skoða þetta seinna. Og við fórum að promóta Design Anything, Make Anywhere og eyðum öllum okkar kröftum í að kynna í rauninni konseptið af dreifðri framleiðslu og hvaða kostið það hefur í för með sér, hvaða galla það hefur í för með sér, af því að auðvitað ekki bara kostir, það eru margir gallar, til dæmis quality control eða svona standardar í framleiðslu og það komið með alls konar hugmyndir til þess að til dæmis verja hönnunina eða sjá til þess að hún sé vel framleidd, að kaupandinn sé að fá það sem að sé að borga fyrir. Design for the real world, þetta er quote í bók eftir hann Papanek, vinn minn, Design for the real world, sem er mjög áhugaverð bók frá 1976 heldur ég var gefin út, en hún hefur verið gefin út svona 30 sinnum síðan þá. En verkefnið er stjórnað af IAG, þar sem ég hef verið að vinna með, í samstarfi við Nýsköpunarmiðstöð Íslands, dönsku hönnunarmiðstöðina, Copenhagen Maker Festival, Polyfactory sem er í Milano, P2P Lab sem er í Grikklandi, þeir fókusa mikið á hönnunarrétt eða þannig, stafrænan hönnunarrétt, Parkus de Swinger, FabLab Berlin, Republica, þeir í Hollandi, FabLab Budapest, Tapilab Vienna, Van de Co, Ars Longa, Espacio Open, Fred & Company. Þið kannski þekkið ekki, en þið þekkið örugglega sumaðum, en þetta eru allt stofnanir sem að vinna í kringum hönnun, rannsókn, kynningu og menntun og flest af þeim í stafrænni framleiðslu. Þannig að allir saman allan heim við reynum að ná til sem flestra og förum á alls konar ráðstefnur með kynningar og tala konseptið með spjall eins og við erum að gera núna. Yfirskriftin getur verið hver sem í rauninni bara hanna til að gera betri heim, en þá yfirleitt einhverjar línur lagðar í þeim vinnustofum. Í Space 10, þeir hafa verið að vinna með okkur, þeir eru nýsköpunar stúdíó IKEA sem er í Danmarku, í Kaupmannahöfn. Þeir eru mjög áhugaverðir að vilja koma með fleiri íventa. Við höfum að gera mikið af vinnustofum sem eru þá í kringum annarkvort hvernig á að hanna fyrir vélar eða hvernig eða svona hugmyndafræði, og þetta þarf ekki að vera tengt endilega vörum, þetta getur líka verið tengt mat og þetta er rosalega tengt flestir vilja fókusera á matvæli af því að framleiðslu, sjálfbærni fyrst þurfum við að borða og síðan þurfum við að leika. Þannig að matur er alltaf mikilvægastur í framleiðslu og að hanna flott system sem að geta verið framleitt út um allt sem geta leitt fólki að framleiða það sem það vill, eða þetta eru rosalega margar hliðar á þessum tenning.
Svona hönnunarráð, við getum, fyrir, þú veist, það er sérst, við bjóðum oft verkefnum að koma sem eru, þú veist, nú þegar að fókusa á svona opna hönnun, eins og það eru bara hundruðir síða sem þú getur nálgast opna hönnun á netinu og þannig að við vildum ekki verða semst samkeppnisaðili, heldur við vildum meira ýta undir og kynna og þau verkefni sem nú þegar eru til og hvað segir maður, hafa áhrif á hönnun til þess að hugsa hvernig á hanna því að hlutverk hönnuðarins er að breytast mjög hratt í tengslu við framleiðslu og nauðsyn, ef við skulum segja, í heiminum í dag. Þannig að eins og svo verður að segja á það hvernig á að keppa í verði við fjöldaframleidda vöru og á sama tíma gæði, verð og gæði. Það er bara það sem erfiðast er í rauninni. En það er alltaf hægt að fínstilla ferlið, það er alltaf hægt að einfalda hlutina. Það er hægt að fara á sömu niðurstöðu með mikið styttri leið. Tími skiptir miklu máli í framleiðslu, efniviður skiptir miklu máli, lágmörkun hluta og leiðbeiningar og það er margt sem kemur inn í. En við erum með margar vinnustofur sem að einblína á mismunandi fókusa. Þetta væri það hvernig á að hanna fyrir hagsýna staðbundna framleiðslu. Við höfum verið með svona vitundavakningu á netinu og alls þar sem við erum og það sem að, þú veist, 6 milljón gámar eru að sigla höfðin blá, free shipping isn't really free, 10.000 gámar eru týndir á sjó hverju ári. Það er mikið að liða í að búa til alls konar svona áróður og vitundavakningu. Síðan alla Evrópu eru með rosa mikið að finna hönnuði sem eru að vinna undir sama hatti og erum að kynna þeirra verkefni fyrir þá ekki einungis kúnnunum heldur líka fyrirtækjum og þeirra hugmyndafræði og nýja nálgun á vörusköpun. Og síðan erum við búin að vera með samkeppnir og verðlaun og viðurkenningar út allan heim. Hver einasti samstarfsaðili hann annarkvort tilnefnir eða hefur opnar umsóknir fyrir hönnun undir þessum skilyrðum. Skilyrðin geta verið how to does your design improve life. Við vorum á dönsku hönnunarverðlaunum seinasta ári og Index Awards, það er svona eina stærstu hönnunarverðlaunum í heims í dag. Global Distributed Design Awards, þau bjuggu til kategóríu á Index Design sem var mjög cool og fekk mikla athygli. Þannig að það er miklu betra fyrir okkur núna í augnablikinu að rannsaka málið í þaula með fullt af fólki út allan heim áður en við förum inn á markaðinn, af því að í vöruþróun þá tekur vöruþróunin kannski x langa tíma og síðan þarftu að pröfa vöruna allavega í hálft eða 1 ár. Þú þarft að vita hvernig hún brotnar, þú þarft að vita hvað er að, þannig að það er rosalega erfitt að koma vöru beint sem þú hannar morguninn og upplóta henni á netið kvöldið, þá ertu ekki komin inn að reynslu á vöruna og sem er mjög slæmt því að fólk kannski downloadar einhverju á Thingiverse eða hvað sem er og það prentar það sem virkar það ekki eða það er eitthvað að því og sem kemur inn á quality control af því að þá ertu að eyða efni við og tíma og alls konar í að búa til eitthvað sem þú getur ekki notað á endanum. En þetta er mjög flott verkefni. Heimasíðan er mjög detailuð og þú getur séð alla eventa sem eru tengdir þessu konsepti, þið getur séð blogg og hönnuði og verðlaunaafhendingar og allt þetta. Og að gera að tala Distributed Design Awards á Íslandi sem er núna opnar fyrir umsóknir. Þannig að allir hérna ættu að sækja til að vinna smá pening og hafa smá gaman og þetta getur verið
allt. Þetta þarf ekki að vera, já, hérna, það er rosalega opið hvað hönnun er. En mestu máli skiptir að þetta sé hönnun sem að lagar einhver vandamál sem við höfum verið að glíma við í fortíðinni, í rauninni, í framleiðslu og hönnun. Svo ég er með hérna lista af myndskeiðum sem hann Hafliði kannski ýtir á play og þar getum við séð myndskeið frá conference, eventum, alls konar. Þetta er mjög stutt vídeo en áhugavert að sjá hversu fólk er í kringum þetta verkefni. Datt ég mikið út? Halló? Þú ert hérna? Bíddu aðeins. Snillt. Þú ert að reyna að fá vídeó til að virka. Og það er í rauninni alveg haugur af svona vídeóum á bæði vefsíðunni og Instagraminu og vefsíðum hjá samstagsaðilum. En það er hana mismunandi vídeó sem við getum kíkt. Það eru líka verkefnakynningar og þannig ef þið eru með verkefni á þessum nótum það er mjög gott ef þið komist ykkur í samband við DDMP eða Frosta og takið þátt í samkeppnum og gerið það sem þið getið til að koma ykkur á framfæri. Ætlum við að skoða annað vídeó eða? Jósef. Það var svolítið svipið nótum, en hinn vídeón eru meira svona tala við fólk og verkefni. Me llamo José Manuel González, soy un artista maker de Málaga, estoy aquí en la feria Bilbao
proyecto en el que llevo varios años trabajando, que se llama Kaleiduino. Kaleiduino es un caleidoscopio electrónico sonoro basado en Arduino, diseñado para ayudar a cualquier persona interesada, en especial a los niños, a acercarse al mundo de Arduino, el mundo de la programación en Arduino, de una forma lúdica y de una forma, podríamos decir, estética. Esto empezó, como digo, hace 2 o 3 años, por interés personal que yo tengo, un amor que yo le tengo a los caleidoscopios, que viene de mi infancia, y en un momento dado descubrí la plataforma Arduino y me di cuenta de las posibilidades que tenía y se me ocurrió hacer uno utilizándolo simplemente. En este momento el proyecto se encuentra en estado de prototipo, casi producto. La intención básicamente sería convertirlo en un objeto comercial que se pudiera vender en tiendas, en días, incluso que pudiera ser adquirido por docentes, tanto de la asignatura de tecnología como de educación plástica y visual. Er þetta spænsku Ingi? Skiljið ekki spænsku? Nei, bara áhugavert að sjá. Við erum sko með hundruð svona vídeóa sem að kynna fólk út allan heim með alls konar opnar. Just our first exercise. It's a way to materialize all the ideas that we've been having. It could be a different product, entirely different product. We chose sunglasses because we needed something that it was easy for people to want, so that we could generate a lot of movement. By generating movement, we can test. And when you test, you get answers. As industrial design engineers, we see that the system doesn't work. It can't work this way. Products are poorly designed in terms of how they will be managed once no one wants to use them anymore. Resources travel 3 times the world before they become part of a product, and then that product travels the world again, and then it gets distributed, and then it gets to a user. It works because this is the organization that is present at the moment, but it doesn't work because it has way too many impacts that we cannot withstand. So that's our only certainty. We had the certainty of, okay, this is... What we try is to figure out how can we produce and cover needs that products cover without using this system. You can manage plastic way better than we do now, so that it is not as polluting as it is. It is not causing the problems that it's causing now. It can be used wisely. Within an industrial circle that can be virtually closed. Mass production has evident problems. That's why we're in this climate change. I don't think that the solution is localized production. I think it's a middle ground. So where is that, what we call intermediate production? What is the size that makes sense? For how many people should someone or an organization make products for? What is the size of the patch of that production island that will serve people around? For example, we're based in Barcelona, in Catalonia. So will it be the whole Catalonian scale? Will it be just Barcelona, a city? Will it be a neighborhood? What is the size of these production patches that will reach the highest efficiency and effectiveness comparison to mass production? Super localized production. Organizing ourselves in the consumption and production systems differently is, we don't know how to do it. And that's what we're trying to figure out. Okay, þetta nóg af vídeóum. Jesus. En þetta rosa satt það sem þeir eru að segja í þessi vídeói með að framleiðslan fer fram á ákveðnum stöðum en hönnunin getur farið fram hvar sem er og það sem skiptir máli að með svona mikið af fallegum vélum og þá þurfum við í rauninni bara risastóra veraldlega uppskriftabók sem að fólk getur haft aðgang að þess að framleiða og selja vörur í minni upplögum flestan heim og á sama tíma þá búum við til miklu dreifðari efnahag sem er ekki bara fókuseraður á einum eða tveimur stórfyrirtækjum heldur er þá miklu dreifðari efnahagur yfir
já, ég vil ekki segja bara Evrópu, þetta Evrópuverkefni, þannig að ég má ekki vera að tala mikið heiminn, sko. En þið vitið hvað ég á við með þessu. En ef þið eru með einhverjar spurningar, einhverjar athugasemdir, eitthvað sem var ekki mjög skýrt, þá bara spjöllum. Og ég sé ekki einu sinni salinn, ég veit ekki hvort ég sé að tala við 5 eða 15 eða 50 manns. Jón Þór, ert þú ekki með spurningu? Ég heyri ekki neitt. Ég er búinn að mjúta. Nú heyri ég þér. Halló. Já, nei, hérna. Halló. Halló. Ég heyri ekki neitt. Halló? Hæ, Heyrir þú í mér hérna? núna heyri ég þér. Ok. Halló. Nice. Halló. Má svona berg á. Halló. Heyra allir í mér núna? Já, blessaður. Gaman að sjá þig. Langt síðan seinast. Heyrðu, já, ég meina að þú fórst mjög vel yfir þetta allt saman, þannig að ég, náttúrulega, aðalspurningin mín sem að, reynda fórst yfir hvernig þetta takir þátt í svona samkeppnum og eitthvað, hvernig getur maður verið virkari, það er að segja, tekið virkari þátt, hvort að það sé einhver leið til þess að vera svona einhver útistöð eða hvað var ég að segja? Reyna að koma þessu meira inn í bæinn sinn til dæmis, þú veist ég er með Akureyri til dæmis. Það er bara að koma með einhverjar, heyrðu í mér? Heyrðu í mér núna? Ok, það er bara í rauninni að þú ert náttúrulega partur af Fab Lab Ísland sem er í rauninni aðal samstarfsaðili verkefnisins, þó að sé í yfirskrift nýsköpunarmiðstöðvar, þá er Frosti hérna við hliðina á þér, kóngur Fab Laba á Íslandi og hann er algjörlega ábyrgur fyrir þess að gera samkeppni, íventa, vinnustofur og alls konar innan Íslands því að við erum að fókusa á lokal markað. En síðan eru útvaldir sem að konungur Frosti velur, sendir í þá sem við gerum 2 á ári, svona global summer school eða vinnustofur. Það er ein leið, að hafa samband staðbundna samstarfsaðila, en önnur er líka bara að hafa beint samband við DTMP verkefnið sem slíkt og ef þú hefur upp á einhverjar hugmyndir eða verkefni eða eitthvað þá erum við mjög opin fyrir öllu samstarfi af því þetta snýst að kynna og fyrir flestum og best er ef að þú getur haft áhrif á sem flesta með þinni hugmynd en á vefsíðunni er mjög einfalt að bara kontakta oss fyrir hvað sem er og síðan getur líka náttúrulega bara haft samband við hvern einasta af samstarfsaðilunum
og líka ef þú ert með þér eigið lab eða eigin vinnustofu, þá getur þú sótt að vera aðili sjálfur að DDMP og fengi þá lofar ákveðnu. Ég ætla að ná til þessa margra fólks og ég ætla að búa til svona mikið af hönnuðum og ég ætla og síðan hefur við heilt ár til að gera þetta allt saman og þú ert með tengt budget við það auðvitað. Þetta er 4 ára prógram og við erum að koma inn á 3. ár og í hvert skipti sem við uppfyllum öll loforðin okkar, þá getum við haldið áfram inn í næsta ár. Og það hefur gengið vel hingað til og já, við erum bara rosalega opin fyrir öllu samstarfi í tengslu við þetta og sérstaklega þá frá FabLab fólkinu sem getur þá fengið tengingu inn á sinn lokal markað sem ekki FabLab fólk. Eða þú veist, sem skemmtilega að fá tengingu inn í hönnunarheiminn, af því að hönnun og framleiðsla er oft svo rosalega langt í burtu frá okkur öðru að margir hönnuðir eru ekkert mikið að hugsa hvernig varan mun vera framleidd. Jú, þeir bestu klárlega, en í þessum hönnunarskóla sem við hittumst í hérna í Barcelona, það snýst allt markaðssetningu, 1, 2 og 3. Þetta verður rauninni, vöruhönnun vill svolítið verða markaðssetning, eða bara hvernig á að vera markaðsjöfur, því að þú getur selt ömurlega hugmynd rosalega vel á internetinu, en þú getur líka ekki selt rosalega góða hugmynd. Þannig að það skiptir miklu máli, en communication alltaf sem mest mikilvægt í rauninni á nýjum konseptum sérstaklega. Snillt. Eins og ég segi, þetta mjög spennandi að reyna að virkja eins og við FabLab Íslandin að reynda að virkja meiri framleiðslu eða vöruhönnun og frumkvöðla starfsemi til að bæta Ísland. Já, nefnilega það þarf ekki bara vélar, það þarf góðar hugmyndir. Halló, heyrðu mér? Ein spurning hvernig tengist þú? Ert þú starfsmaður þá í FabLab eða ertu starfsmaður í skóla eða í námi? Hvernig? Það einhver annar að tala við hann. Hvernig kemur þú að verkefninu? Heyrðu í mér, Willi. Ég byrjaði sem starfsmaður fyrir FabLab í byrjuninni, FabLab Barcelona. Þá var ég að vinna sem hönnuður fyrir utanaðkomandi kúnna sem þá eru þá startup. Spurt aftur. Já, ég var bara að spyrja hvernig Ingi kemur að þessu, hvort það sé starfsmaður í FabLab eða starfsmaður í háskóla eða í arkitektadeildinni eða nemandi. Það var spurningin. Já, ég kom til Barcelona í nám upphaflega, en ekki í þessari stofnun. Ég byrjaði sem starfsmaður í FabLab Barcelona í 1 ár og þar var ég að vinna með utanaðkomandi kúnnum, startup fyrirtækjum eða stórfyrirtækjum hvernig á að nálgast stafræna hönnun í rauninni, stafræna framleiðslu og koma hugmyndum í veruleikann. En síðan fór ég að kenna alls konar kúrsa í háskólanum, sem sagt IAG, og þá ekki að kenna á hverjum degi, heldur með 2 vikna kúrsa, 3 vikna kúrsa, kannski 3 sinnum á önn. Og ég hef verið að vinna mikið með þeim í Evrópuverkefnum. Við erum að stjórna yfir 10 Evrópuverkefnum þetta árið og ég kem inn á það sem þeir þurfa mig í rauninni á mínu sérsviði yfirleitt þá hönnun og framleiðsla. En síðan ég bara að vinna sjálfstætt núna. Ég ekki á samning með þeim, heldur vinn ég bara sjálfstætt starfandi fyrir bæði IAG, FabLab og
og Frosta. Já, heyrðu í mér? Já, hér er Ok, og þið líka? Já. Ég var að spá í þarna, þetta er kannski astnaleg spurning, en svona þegar þú varst að ræða þetta allt saman áðan, ég heiti Svala, by the way, ég var að spá í sko þegar einhvern veginn, þetta orðið þannig að það geta, þú veist, það svo margir sem geta framleitt og sem eru með tæki og allt þetta sko. Hvort það verði ekki, hvort þetta verði sjálfbært eða hvort það verði kannski bara framleitt allt og mikið, skiljið, bara svona að drastli. Heyrðu í mér? Ok, ég er alveg sammálaður því að í fyrsta skipti með 3D-prenturum getur fólk framleitt hvaða plastrast sem er heima í stofu. Og þess vegna er þetta svolítið skrítin þróun því og við viljum fókusa einmitt á hönnunina sjálfa fyrir vélarnar og að fólk sé með góða hönnun sem að getur framleitt og aðgang að því að í rannsóknastarfi og með svona mikið af vélum þá er rosalega mikið að sóun að bæði á efniviðu og tíma og fjöldaframleiðsla mun alltaf vera meira hagsýn í rauninni á sóun og hverja vöru. En það sem er gott er að þú getur framleitt vörur on demand, sem sagt til þess að komast inn á markað að því þú ætlar að framleiða eitthvað í Kína þá er þetta bara minimum 1000 eintök og þú þarft að vera viss að þú getur selt 1000 eintök af þinni vöru og hvað ef þú getur bara selt 200 þá ertu með 800 eintök sem að fara til spillis af þessari hagnýtnu framleiðslu. Þannig að þetta er á báða vegu, það eru kostir og gallar auðvitað. En annað sem ég vildi koma inn á að þú veist datt út en það skiptir máli hvað þú ert að gera, ekki ef þú sért bara, þú veist, að þegar í flestum tilfellum núna í öllum okkar stofnunum þá erum við að fókusta á kennslu, þá erum við að fókusta á hvernig á að nota vélarnar og þá er mikilvægt að pröfa og svoleiðis, en leið þú kant á vélina, þá kantu líka að hanna fyrir vélina og þá þarftu kannski ekki að vera vélstjórinn sjálfur þegar það er mikið og þetta er einmitt þess að voru að tala um í vídeóinu áðan þannig að strákarnir með sólgleraugun að hversu stóran hóp átt að vera að framleiða fyrir. Af því að það meikar engan sens ef að þú ert með vélinn í bílskúr að þú sért bara að framleiða fyrir, ég meina þú veist, ef þú ert bara að framleiða fyrir götuna þá er, þú veist, þú ætti að vera með ákveðinn hóp. Þú þarft, að minni skoðun, þá þarf ennþá að vera sérfræðingur á vélinni sem það getur verið, þess ekki bara nemandi, það þarf að vera garanteruð góð útkoma af vöru sem þú ætlar að selja og á hinn veginn þá erum við miklu meira að fókusa á hvernig hönnuður í dag og fólk sem er að læra hönnun og vill skapa lærir að framleiða fyrir þessar vélar sem er mjög erfitt því að vélarnar, eins og ég sagði áðan, þróast hraðar heldur en kennsla en að fólk hefði allavega þekkingu á því að hvernig hlutinni sem þeir eru að hanna verði búnir til og hvernig er hægt að gera það á einfaldari, ódýrari, betri og einfaldari að búa til. Og síðan náttúrulega það að ef þú veist hvernig á að búa til hlutin þá veist þú hvernig á að gera við hann sem að gefur þá hlutinum lengri líftíma á sama tíma. Ég veit ekki hvort það hefur svarað spurningunni en jú, svona á flesta vegu.
Já, heyrðu, takk kærlega fyrir þetta, Ingi, þetta er bara, þetta var bara mjög áhugavert og hið besta mál. Var þetta skýrt? Þetta var bara mjög flott. Nú er bara veisla hérna. Já, þakka þér fyrir og þakka ykkur fyrir að hlusta og þakka ykkur fyrir að bjóða mér. Mjög ánægilegt að fá að tala íslensku. Ingi, ég ætla að mjúta mig og svo getur þú talað þegar við vorum að klappa fyrir þér hérna. Já, ég ætla bara að þakka fyrir mig og segja að ánægilegt svona einu sinni á íslensku. Og það gefur mér aðra sýn á verkefni líka að fá að tala við alla mína góðu landa með allar þessar vélar af því að það er nánast hver stofnun á Íslandi með mikið af góðum græjum. En allavega, ég held áfram að hlusta, ég tek þátt í þessu. Hafið það góða viku.